Góða kvöldið. Og hvernig? Upptakan er komin í gang, bara svona þannig að þið vitið af því. Við þurfum að gefa þess að eina myndu, fólk að tengjast, við þurfum að samþykkja fólkið inn, sko. Ég þýrt að leita að tölvupóstinu með tenglunum. Já, það kom tengilli með póstinum sem kom í dag með upptökunni. Tengillinn á fundin þar fyrir neðan. Ég getum alveg bara Gefum við sérna myndi viðbót. Þetta ekki kom bara. Jú, Já, eruð velkomin á fyrirlestur númer 2 og við erum hérna eins og síðast. Ég heiti Davíð Baldur og Bergsveinn er hérna með mér. Í dag eða í kvöld ætlum við að fara yfir þessar 4 reglur. Regla 9, hreyfðan bolta. Regla 11, bolti á hreyfingu. Svo tökum við smá pásu og svo fyrir við í reglu 12 sem eru glompur og reglu 13 sem eru flatir. Eru einhverjar spurningar svona áður en við byrjum? Allt í góðu. Þá best að ég nefni hérna að því við vorum að ræða hérna á mánudagskvöldið kom upp fyrirspurn hvort að bekkir væru hreyfanlegar hindranir eða óhreyfanlegar. Og bekkir eru hreyfanlegar hindranir ef þú getur hreyft hann án einhverja vandkvæða og án þess að skemma hvorki bekkinn eða það sem hann stendur. Ef hann er mjög þungur eða festur einhvern veginn niður og þá verður hann sjálfkrafa óhreyfanleg hindrun. Svo það sé svona skýrt. En annars vindum við okkur í þetta. Regla 9, boltaleiki þar sem hann liggur og kistan boltalift eða hann hreyfður. Og við ætlum að byrja hérna á myndbandi þegar maður sýnir himself. Oh no.
Þarna, þetta er gammalt myndband, en þarna fær hann sem sagt eitt högg í víti fyrir að hreyfa boltann eða sem sagt missa kylfuna í hann. En í dag er þetta ekki víti lengur og þú verður bara að færa hann tilbaka til þess að losna við vítið. Regla 9.2 að ákvarða hvort boltinn þeir hreyfðist og hvað olli þá hreyfingunni. Kistaður bolti þinn telst því aðeins hafa hreyfst að það sé vitað eða nánast öruggt að hann hreyfðist. Ef boltinn kann að hafa hreyfst en það er ekki vitað eða nánast öruggt, verður að leika honum það sem hann liggur. Það er það sem að svona, þetta hefur verið svolítið svona, eða olli fyrir ekki svo löngu síðan svona pínu titringi í atvinnugeiranum að þegar menn voru að sýna að bolti hreyfðist með háhraða myndavélum, eitthvað sem að venjulegt auga gat ekki numið og refsa mönnum út frá því. Það er ekki, nú er það ekki lengur gert. Nú verður þetta að hafa sést með svona það sem ég segja berum augum. Nei. Ákvarða hvað olli því að boltinn hreyfðist. Þegar kistaður bolti hreyfist, þá verður að ákveða hvað olli hreyfingunni. Það verður að ákvarða hvað hann skal leika boltanum og það eru 4 mögulegar ástæður fyrir því að bolti hreyfist. Það er annars vegar náttúruöflin, vindur eða vatn, athafni leikmannsins, þar á meðal athafni kylfubera hans, athafni mótherjans í holukeppni og þar á meðal athafni kylfubera hans eða utanaðkomandi áhrif, þar á meðal aðrir leikmenn í höggleik. Ef það er ekki vitað eða nánast öruggt að þú, mótherji þinn eða utanaðkomandi áhrif hafi hreyft boltann. Það var svo litið á að náttúruöflin hafi valdið hreyfingu boltans og allar trúverðugar skýringar verður að taka til greina. Það er sem sagt, það þarf að vera 95% öruggt eða meira að hann hafi hreyfst eða eins og í þessu tilfelli þarna fyrir kylfan fyrstulega í boltan og öðru lagi rúlar boltinn í höndina á honum liggjandi. Já. Maður hefði og í prinsipinu óíþróttamannleg framkvæmd í rauninni að henda kylfinu. En þá sleppur hann helvíti billega með að merkja bolta eða geta leikið í rauninni frá þessum bolti stannandist við hólu. En það er rétt í stöðunni. Stann. Já, það var á þessum tíma. Já. En já, það er rétt, en svo erum við farin að tala um, sko, eins og við vorum að tala um með breytingarnar með einhvern atburð sem að rífur keðjuna, að þarna gerast svona nokkur atvik, en það er allt sem gerist í svo röð, það er ekkert sem að rjúfa keðjuna. Þú veist, hann fær bara eitt högg í víti. Þetta var sami atburðurinn á þessum tíma? Þeir eru rauninni bara einn atburður sem gerist þarna.
En þetta var sem sagt fyrir 2019, þá var þetta eitt ekki refsingu. En það ekki lengur á flöt eða róvart í dag. Og það eins með, til dæmis ef að þú slærið í eitthvað af þínu búnaði, þá var það víti alltaf, en það það ekki lengur. Og regla 9.3, bolti hreyfist vegna náttúruaflanna. Þá ekkert víti og boltanum skal leikið þar sem hann liggur. En á þessu eru tvær undantekningar og undantekning 1 ef að bolti á flöt og hann hefur verið lagður aftur eftir að honum var lyft, sem sagt hann merktur og honum lyft og lagður aftur. Undantekning 2 kistaður bolti hreyfist og stöðvast á öðru svæði vallarins eða utan vallar eftir að hafa verið látinn falla, lagður eða lagður aftur. Þetta þannig sé nýleg breyting á reglunni þessi undantekning 2. Og við sjáum hérna myndband þar sem að bolti hreyfður á náttúruöflunum eftir að hafa verið merktur og lyft á flöt. Oh, happy days. Look at that. No, Grant. You'd marked and lifted it, so you're going to have to put it back. You're no fun. Og hérna fáum við að sjá annað myndband. Way back up, using the lower lofted. A la Raymond Floyd. This looks handy too. Just a little quick there, but he's compiling one of the better rounds of the day, is Billy Horschel. Yes. Running up to mark that before it falls off the false front. You know, the wind's going that direction. So if a gust of wind were to come up, could literally blow that ball right in the water. Fortunately, he's put a coin behind it, so the job's done in getting it into his pocket. Wasn't able to find it, but posted a tournament low, or a tour low 60. That's so low. Uh-oh. We have a rules official, and clearly when this happens on the green, it's got to be a ball moving. Well, he was concerned about marking his ball, and No. Oh, no. So, take us through this. oh my goodness. So if he had the ball down, and so the ball is in play, he didn't cause the ball to move. If he had, he wishes he caused the ball to move, because then he'd be able to replace it with a one-shot penalty. So he's going to now be playing his 5th shot from the other side of the lake. Þarna hefði sem sagt nýja reglan He's bjargað getting honum. the news now. This is what the ruling is, and he can't No. believe it. This is one of the injustices of the game. You're on the green, the ball's down, you've already marked it, you put it back, and the wind hits it and blows it in the water. Had he left his coin behind the ball, is that deemed to be not in play? No, the ball is in play when you leave your coin behind it as well. And it's really whenever there's a decision like that to be made as from a player's perspective, you don't mark the ball down until you are ready to hit it.
Let's just have a look. He was having a look from the other side when a big gust of breeze just came in. He didn't need to have the ball down. He could have seen the line of his putt with a mark down. You can see the ripples in the water as the gust hits it. And this is such a helpless feeling. It truly is. There are several rules in the game that are just an injustice from a player's perspective, but it's up to the players to understand the rules and when you can be at a disadvantage. So now he's able to go back and play from here because this was, in fact, his third shot. Correct. That has been deemed to be the outcome of it. But it's still stroke and distance. And so he'll be playing 5 from down here. Of course, the ball's going to roll more than 2 club lengths. He'll get to redrop it. Well, we know Billy Horschel can get hot under the collar. He'll really need to just take some time here. Yeah, he needs to collect himself. He's Had a pretty good round going. had a great round going. He was level par here at this stage and was thinking maybe birdie after being over the pond in 2. And now he's... You know, there's been situations in professional golf where this has happened. I remember Ed Doherty in the 1986 Bing Crosby, Luke, held the lead playing the 17th hole at Cypress Point on a Saturday when he 10-putted. He continued to putt the ball up, and the gust of wind kept blowing the ball off the green. On which green? On 17? On 17, he 10-putted and went from in the lead to missing the cut. It's a cruel And game they- at times, And Bobby they Clayton. suspended play immediately after that because of winds. So now Horschel playing his 5th shot. Interesting how he decided to putt this time. Well, that's a very impressive effort considering what he's been enduring. That's meaning for bogey. Speaking of bogeys, McIlroy's just made one of the 3rd, so Smith's lead back out to 3 already. Chipping all the way back. Það er skurður. Já, það er Sko, nú maður stundum lenti því að boltinn hreyfist en hreyfist í rauninni ekki. Þetta með að þú leggur kilfuna fyrir aftan boltan í gras, kannski, þú veist, í Já, og sem tekur í kilfuna aftur upp og þá leggst hann á sama stað. Sko. Það er hreyfing. ekki lengur. Nú sem sagt boltinn má titra svo lengi sem hann hreyfist ekki úr stað. Það er kallað þetta oscillating. Já, ég meina að maður alveg séð þessi tilfelli sem varst að minnast á þegar menn voru að summa inn einhverja kamerur inn á boltan og kilfan er lögð fyrir aftan og hann hreyfist kannski eitthvað brot millimetra og þá er allt í komið víti, sko, en Já, hann, sko, þess að titrar eins og þú segir, sko. já. Sko, hann þarf að hreyfast úr stað og stöðvast á öðrum stað. Já, ok. Sem þetta reglan segir að þegar kyrrstæður bolti hefur hreyfst úr stað og stöðvast á öðrum stað og hægt er að sjá það með berum augum, hvort sem einhver raunverulega sér það eða ekki, að þá telst hann hafa hreyfst. Flott, takk. Og hér er annað svona sambærilegt svæði. Kannski. There right now is Ricky's over at 11. Við skulum bara fara hérna þegar hann Roger, it appears that Fowler has dropped the ball twice and the ball's gone back into the penalty area. That's correct, Gary. So now placing the ball where the ball struck the course from the second crowd. Roger, did he not have an opportunity to go to the right, or would it have been closer to the It would hole? have been near the hole. All right. So it's just the way angled back here, so he didn't get that opportunity. Well, he's in a tough spot here, and as you said, Gary, earlier, he didn't even consider replaying this shot. You could really have issues. I mean, with a good shot from this invitation foul. og þarna rúlla boltinn onni í grifina og þar sem hann er búinn að setja hann í leik
að þá þurfti hann þarna að taka sem sagt bara víti. Well, the challenge is going En, to be for en Grace to be eins og able to reglan er í dag að þá ef að boltinn endar á öðru svæði He's played catch a fall week. þá fá menn ekki víti fyrir það. Sixth shot, I would think. Yeah, I would say that's accurate. Og þá erum við komin að reglu 9.4, bolta lyft eða hann hreyfður af leikmanni. Þessi regla á aðeins við þegar vitað eða nánast örugt að leikmaðurinn eða kylfuberi hans lyfti kyrrstæðum bolta sínum eða athafni leikmannsins eða kylfuberans urðu valdar að hreyfingu boltans. Að þá fær leikmaðurinn 1 höggvíti nema á því eru 5 undantekningar. Þegar þú átt að lyfta boltanum eða hreyfa hann samkvæmt reglu, bolti hreyfður fyrir slysni við það að leita eða reyna að þekkja hann, hreyfður fyrir slysni á flötinni, hreyfður fyrir slysni við að framfylgja reglu hvar sem er nema á flötinni og bolti hreyfist eftir að hafa stöðvast við leikmann eða útbúnað. Og við sjáum enn eitt myndbandið og nú hvernig það er með bolta sem hreyfist á flöt. Þannig missir hann merkið á boltan en getur fært hann bara tilbaka og fær þá ekki víti fyrir vikið. Það kom að gripinni fyrir ekki að það kom að það í spurning þetta áðan á spjallinu það sem gerist á Íslandsmótinu. Það var nákvæmlega þetta sem gerðist að hún var að fara að merkja boltan, missti boltamerkið hún á boltan, þú þekkir það nú Davíð. Og það hefði ekki verið nein refsing nema af því að hún færði boltan ekki tilbaka á upphaflegan stað. Þetta fékk svolítið umfjöllun. Spurningin var líka, en þetta sást bara í sjónvarpi. Það er alveg rétt, en það er ekki einhver upplausna myndavél sem að ásaka það. Það var bara, þeir tók eftir að boltinn hreyfðist töluvert sem að menn hefðu séð að þeir voru að horfa á hann. Þannig að það var hreyfing og hann hefði átt að setja hann tilbaka en gerði það ekki og hlaut í refsingu. Og þá erum við komin að reglu 9.5. Bolta lyft eða hann hreyfður af mótherja í holukeppni. Ef mótherjinn lyftir eða hreyfir boltan verður að leggja hann aftur. Mótherjinn fær 1 högg í víti ef athöfnin var vísvitandi. Á þessari undantekningar, mótherja er leyfilegt að lyfta bolta eða hann merkir og lyftir bolta á flöt fyrir mistök. Og já, sömu undantekning, já, og í reglu 9.4. Og regla 9.6, utanaðkomandi áhrif lyfta bolta þínum eða hreyfa hann. Ef utanaðkomandi áhrif lyfta kyrrstæðum bolta þínum eða hreyfa hann verður að leggja hann aftur. Þá er ekkert víti. Og þetta gildir saman hvort boltinn finnist eða ekki. Ef það er ekki vitað eða nánast örugt, þá er boltinn týndur. Og menn hafa svona, kannski einhverju heyrt af hundamálinu einhver tíman á einu af stigamótunum og GSI, held að verið fyrir að heiti fyrir það sem að einhver taldi að hundur hefði hlaupið burtu með boltan.
Regla 9.7, boltamerki lyft eða það hreyft. Boltamerki merkir staðinn þaðan sem bolta var lyft. Ef vitað er eða nánast öruggt að boltamerki leikmanns hafi verið hreyft á einhvern hátt áður boltinn er lagður niður. Þá verður að leggja merkið að boltan á upphaflega staðinn. Leikmaður eða mótherji fær 1 högg í víti eftir því hvor þeirra hreyfði merkið. Þó eru á þessu undantekningar. Og helstu breytingar á reglu 9 er að kista bolta verður að leggja aftur ef hann hreyfist og stöðvast á öðru svæði vallarins eða utan vallar eftir að hafa verið látinn falla, lagður eða lagður aftur. Björn? Hvernig er það þegar einn bolti er komin inn á flöt og það er verið að slá annan bolta inn og hittir á kyrrstæðaboltann? Hvað gerist þá? Báðir boltar geta farið út af eða bara færst inn á flötinni? Já, bolti sem var fyrir á flötinni, hann er lagður aftur á þann stað sem hann var á og ef að sá staður er ekki þekktur þá þarf að áætla hann. Hinum boltanum ber bara að leika þar sem að hann stöðvast. Ef að honum er leikið einhvers staðar annar staðar en af flötinni. Já, sem sagt, honum er slegið inn á flöt. Inn á flötina, já. Þá er honum leikið bara þar sem hann stöðvast. Hinn boltinn er settur á sem sagt, þann stað sem hann lá á þegar að boltinn fór í hann. Sem að getur þurft að áætla ef að enginn er með kannski alveg á kristaltæru þá áætla menn staðinn nokkurn veginn. Og ef það er verið að púta og annar bolti er á flötinni og það er svo mikið breyk að það tekur einhver sveig og fer í hinn boltann. Já, þá er það í rauninni það sama nema að sá sem pútar hann fær víti fyrir að púta í hinn boltann. Þannig að maður er aldrei að púta nema að biðja alla aðra að fjarlægja boltann sem setja boltamerki í staðinn. Já, í rauninni það er þess sem er að fara að púta, hann verður að passa það að ef það er möguleiki á að fara í annan bolta, að láta það merkja. Okay. Af því að sá sem á bolta sem liggur á flöt, honum ber ekkert að merkja hann ef enginn segir neitt. Þá ber honum ekkert endilega merkja hann, sko. Okay. En honum ber að merkja hann ef einhver fer fram á það. Ómar. Já, heyriði mér. Já. Er ekki rétt að hann fær 2 víti? Það er víti, er ekki 2 víti? Jú, hann fær almenna vítið. Já. Og fleiri breytingar, kyrrstæðan bolta verður að leggja aftur ef hann hreyfðist og stöðvast undantekning. 5 bolti hreyfist eftir að hafa stöðvast upp við leikmann eða útbúnað. Vítalaust þó leikmaðurinn valdi því að bolti hans hreyfist við að fjarlægja útbúnað eða við það leikmaðurinn hreyfir sig. Þá erum við komin að reglu 11 og Bergsveinn ætlar að taka hana. Já, komið sæl aftur. Svona, áður en við förum í reglu 11, þá varðandi skýrst spurninguna þegar þú pútar bolta í bolta að ef við erum í holukeppni þá er engin refsing við þessu, hafið það í huga.
bara refsing ef við erum í höggleik. Púntakeppni í höggleik. Þá er refsingu að púta í bolta, en í holukeppni er engin refsing. Það er svona minnast á það. Annars sem langar þetta í líka reglan þarna þegar hann var að púta því og merta hann og hann fauks út í vatnið, hann er á Horsell í vídeóinu, að þessi reglubreyting sem hann gerði 2019 er oft kölluð Horsell-reglan út af þessu. Það var reglubreytingi var gerð út af þessu atviki. Þannig að það er smá fróðleiksmúli til viðbúðar. En við ætlum að fara í næstu reglu sem er bolti á hreyfingu hittir að slysni einstakling dýri eða hlut og vísvitandi athafnir til að hafa áhrif á bolta á hreyfingu. Það er að bolta á hreyfingu sem sveigist að leið eða hittir eitthvað. Og við byrjum líka hérna á smá stuttu myndbandi. Fyrir 2019 þá hefði þetta verið 1-2 í víti en núna ef bolti á hreyfingu hittir að slysni einstakling eða eitthvað utanaðkomandi áhrif þá er það vítalaust fyrir alla leikmenn. Það sem gerist að boltið bara leikið þar sem hann liggur og undantekningin aftur þessi að í höggleika boltinn þinn á hreyfingu og hittir kyrrstæðan bolt á flötinni og báðir boltarnir voru á flötinni fyrir höggið, þá fá almenna víti. Þetta er sett í höggleik. Þá segist hann að leið. Gestur. Gestur, þú ert með spurningu. Já, í holukeppni og við erum báðir og ég púta í hinn boltan, þá fæ ég ekki víti. Nei. Og leik boltan þar sem hann og færi hinn boltan sem ég pútaði á upprunalastæði. Rétt. Rétt skilja mig. Það er rétt, já. Takk. Ja, ástæðan fyrir að þetta að það er allir sem koma að leiknum í hollinu í holukeppni. Og þú ert bara að keppa, þeir eru bara að keppa innbyrðis, þessir 2 boltarunni. Og ef hinn tekur hann ekki frá, þá máttu alveg nota hann sem backstop ef svo vill til, skiljum. Já. Ef að boltur er leikið annars staðar en á flötinni og að stöðvast á einstaklingi dýri eða utanaðkomandi áhrifum, ef að stöðvast þá ef það er að slysni, þá verður þið að taka lausn ef hann stoppast á einhverju svona. Þá þurfum bara að finna lausnarsvæði sem er 1 kílólengt og láta hann falla í lausnarsvæðið. En ef boltinn er á flötinni þá leggjum við boltann á áherslan stað beint undir þeim stað sem boltinn stöðvaðist. Þarna er að tala um að boltinn stoppist á einhverju sem er fyrir. Það er eitthvað sem að stoppa hann. Ef þú móti hittir á slysni einstakling eða eitthvað utanaðkomandi, þá er hann leikið þar sem hann liggur, en ef hann hittir eitthvað á eftirfarandi á flötinni, verður leikmann endtaka höggið með því að leika uppalega boltanum eða öðrum boltar á staðnum þar sem að lá. Það sé að við erum að endurtaka höggið. Ef við hittum, ef það er einhver einstaklingur sem rekst í, annar leikmaðurinn eða sá sem gæti flaggdæfingarinnar, þá þurfum við að endurtaka höggið ef við erum á flötinni. Ef það er hreyfanleg hindrun önnur en
en kylfan sem var notað á höggið, boltamerki, kyrstaði bolti í höggleik eða flaggstangin, þá þurfum við að endurtaka höggið. Og líka ef hann fer í dýr eða eitthvað annað sem skilgrunn sér lausung, til dæmis skordýr, að þá þurfum við að endurtaka höggið. En það er engin refsing við því. Já, önnur dýr af þau sem eru skilgreind. Já, já. Önnur dýr, já, ekki þeir sem er skilgrunn sér lausung. Er myndband hérna? Já. Það er undantekning á reglu 2, boltaleiki á flöt og hitti dýr. Come from? I've no idea, mate, but the good news is you just cancel the visa. Ég gef mér að það ekki verið Duracell raflaður í honum, þetta fór svo hægt yfir. Þetta er svo að í það sem að hann lék hann fyrst bútaði og fór í eitthvað dýr annað en lausung, að þá á hann að endurtaka höggið. Nú, annað dæmi boltahreyfingu, ef hann er vísindandi seguraleið eða stöðvar af einstaklingi, vísindandi, að þetta á við þegar það er vitað að hann á stöðröld. Ef að leikmaðurinn gerir þetta viljandi, þá fær hann almenna vitið. En ef að ef hann segir að leiða einhverjum öðrum eða einstaklingi, þá verður leikmaðurinn að taka lausn og hann verður að láta bolta falla í ákveðið lausnarsvæði sem er 1 kílólengd og verður að vera á sama svæði á vellinum. En hvar er viðmiðunarstaðurinn? Viðmiðunarstaðurinn er áætlaður staður sem ætlað er að boltinn hefði stöðvast. Ef þú ert á flötinni, þá er það bara það sem að við áætlum hann hefði stoppað. Vítasvæði, að þá þurfum við ekki að taka þessa lausn að áætla hvað hann hefði stoppað í vítasvæðinu. Við megum það. Við megum líka taka bara lausn út úr vítasvæðinu eins og venjulega. Aftur á móti ef var áætlað að boltinn þetta er út af en hann var stöðvaður vísvitandi af einhverjum einstaklingi eða öðru, að þá verður það að taka fjarlæga lausn. Þá verður það að taka lausn bara eins og þeim slegið boltanum út af. Það er mjög frægt dæmi þetta sem að dómararnir og umsjónarmenn mistu af sjálfsögðu hjá Tiger Woods. Að þá slóar hann teighögg og boltinn stemmdi sér að út af yfir áhorfendur og það var einn áhorfendur sem hoppaði upp og varði boltann rauninni, greip hann nánast og henti hann niður og því að hann sá það enginn að þá var áætlað að hann hefði farið og stoppað óviljandi, bara farið í áhorfendur og Tiger lék bara sitt næsta högg þaðan. En ef menn hefði áttað sig á þessu og séð þetta, að það var einhver sem varði hann viljandi, að þá hefði þurft að áætla hvar lenti sem var þá utan allar, þá hefði hann þurft að taka 3. högg á teig. Björn? Björn, þú ert með spurningu? Nei, Björn er bara einn mæt á fund. Það hefði ekki fíókur, ég var ekki mættur á fundi. Já. Nú, bolti er vísvitandi, sveiður á leið eða stöðvar einstaklingi, þá boltinn er sveiður á leið eða stöðvar og við erum að leika á flötinni, að þá telur höggið ekki. Við verðum að leggja boltann uppalega stað og leika honum þaðan. Við verðum að endurtaka höggið.
Hún bara kom með þetta. Þetta er raunin sem að segja á þann, ef að einhver sveigja hann vísutandi þá leið, stöður einstaklingi, þá þurfum að leika honum aftur. Þannig kemur smá myndband, vísutandi aðtöð til að sveigja bolta leik, að leið fyrir ekki. Þetta var sennilega einhver vinur sem að bjargaði boltanum á flötinu á hann að fara út í vatnið og kasta honum inn á flöt, en í þessu tilfelli þá hefði átt að áætla hvernig hann hefði farið væntanlega og hann hefði sennilega verið á leiðinni út af eða út í vatnið og þetta er brotareglu 11.2. Þannig að það er spurning hvort hann hefði átt að setja hann uppalega af stað eða hvort að það hefði áætla hvað hann endaði, en þetta var greinilega viljandi. Þannig að vísindunum segir hann leið að þá þurfa að áætla staðinn og hann hefði farið út í vatn í þessu tilfelli og þá er það ekki rauninni talið og það stoppa hann ekkert á, og leikmann þetta leika bara að taka lausn á vatninu. Nú helstu breytingar á reglu 11, að það er svo hvað hann leika verið boltana þegar hann leikið af flötinni og hann hittir lausung, svo sem skordýr. Það þarf ekki að endurtaka það ef það var lausung. Það var breyting frá því sem var og undantekning líka á alltaf boltið í stöðvart innan vítasvæðis að það var ekki lengur skyldur að taka laust samkvæmt reglu 11. Það má bara fara í reglu 17 sem við erum ekki búin að fjalla um. Ef hann er leiðin inn í vítasvæði sem við köllum einhvern tíma varstorfæru, þá þurfum við ekki að áætla hvar hann hefði endað til að taka laust þar. Við getum tekið lausnu bara beint úr vítasvæðinu. Það breytti þarna 2023. Það kom að gýra reyn. Daði. Já, hvað, þú veist, ég skil, ertu að tala um þegar boltinn fer í rautt? Já, fyrirgefðu. Já, þeir eru alltaf ekki búin að fara yfir vítasvæðin. Nei, ég er þetta, ef það liggur að því að þetta er örugglega reglan sem er oftast brotin í golfi. Og menn sem slá inn í rautt og taka varabolt af teig, eða þið skildi ekki finna hann, Nei, þú mátt það ekki. Já, þá er náttúrulega, þú veist, seinni boltinn komin í leik, Já, en í þessu tilfelli þá er það sem við erum að tala um þarna er að þú slæri bolt og hann stefnir inn í vítasvæði, inn í rautt og það endur stoppar hann viljandi. Þá vitum hann hefði farið inn í rautt og þá þurfum við ekki að áætla hvar hann hefði endað inn í rauðasvæðinu, hvar hann hefði lent í rauðasvæðinu. Við getum bara sagt okkur, hann er í rauðasvæðinu og við tökum bara víti út úr því. Þá hann sé að fara eitthvað áætla hvar hann hefði flogið langt inn í svæðið. Ertu með? Já, en skiptir ekki máli hvar hann fór inn í rauðasvæðið? Jú, það skiptir máli hvar hann fór inn í svæðið, en ekki hvar hann hefði lent. Þannig hvort hann hefði farið metur inn í eða langt inn í svæðið. Við getum ákveðið að velja það og sagt að hann hefði flogið þarna inn í þetta svæði sem er mjög vel sláanlegt svæði og fengið að slá hann þar. En við þurfum ekki að gera það. Við getum tekið bara reglu út úr vítasvæðinu með einu höggi í víti. Það er einu sem við fjallum. Já, flott takk. Nei, ekki að ná í eitt kaffibolla, er þetta ekki að segja hvað klárum í þessu? Hvað er það á tíma? Hún er korter yfir 8. Við erum að koma núna í seinni 2, gloppur og flatir og þetta er svona reglur sem að gaman að fara yfir, en ég held að við skulum, þó að við séum svolítið á undan tímanum að taka okkur smá svona beygju úr löpunum og koma aftur eftir svona 5 mínútur.
Þannig, þetta er Já, það er nú.
Ég held að ég sé komin aftur með hljóðið á. Áður en að Davíð tekur við og fer yfir klompuregluna. Þá langar mig aðeins að árétta þetta með hreyfða bolta. Hvenær það er refsing og hvenær ekki. Og þessi breyting með að hreyfa bolta óvart og flöt er ný. Það er ekki refsing og við setjum boltan eftir það sem það var. Sama gildi tegin. Ef við rekum dræferinn þá killur sem notum óvart í boltan án þess að slá hann, þá er það ekki refsing en boltan ekki komin í leik. En bara árétta, ef við rekum okkur í bolta á almenna svæðinu eða einhvers staðar annars staðar á vellinum, þá erum við búin að skapa okkur eitt högg í víti og verðum að setja boltan aftur á sama stað. Það bara vildi hnykkja á þessu, þetta er mjög algengur misskilningur út á velli núna að það sé í lagi að hreyfa boltan líka út á braut eða út á almenna svæðinu. Það sé ekki lengur refsing. En það er refsing við að hreyfa bolta þar. Bara það er ekki áherslu á þetta. En Davíð, tekur við. Já. Það var líka náttúrulega við þegar ef menn er kannski að taka æfingasveiflu út á braut, sko. Það var óvart í bolta. Þegar menn er að taka æfingaðegið. Já. Og hann hreyfist aðeins á stað. Já. Það er ekki þú leggur bara boltan aftur á sama stað. Já, og færið eitt högg í víti. Já, einmitt, já. Já, þá erum við komin að reglu 12 sem eru glompur. Og hérna sjáum við hvenær hann er í glompunni og hvenær ekki. Heyrir í mér? Já. Bara til glöggunar, ef þú hreyfir ekki boltan, færir ekki boltan baka eftir vinstri eða æfingahöggið, þá færðu tvö högg í víti, eða ekki? Jú, þá ertu að slá frá röngu stað. Já, fínt. Já, hérna sjáum við sem sagt hvenær boltinn er í glompunni og hvenær ekki. Það er ekki nóg. Ef það er, segjum að það komi eitthvað gras frá vallarslættinum eða eitthvað sem blásist ofan í máluma og boltinn lendir ofan á því, þá er hann í glompunni. En hann er ekki í glompu ef að það er grassvæði sem að svona er eyja inn í glompunni sem þú getur ekki tekið. Og eins ef hún pluggast í kantinn að þá telst það vera á almenna svæðinu. Og að leika bolta úr glompu. Núna má fjarlægja alla lausung og litla steina. Og nú þurfa menn ekki að slá í svona, það er oft hrynja úr bökkunum svona smá grjót og svoleiðis, nú máttu taka það áður en þú slærð. Og eins þú mátt fjarlægja allar hreyfanlegar hindranir eins og eitthvað drast sem hefur fókið plastflaska eða hrífa sem er ofan í eða eitthvað slíkt, þá máttu fjarlægja það. Og við fáum hérna myndband hvað þú mátt gera í dæmi hvað þú mátt gera í bakkarnum. Player's ball lies
lies on a bunker, there's certain actions the player can do without any penalty. For example, leaning on the club while waiting to play. You can also bring other clubs into the bunker with you. And then once you make your club selection, they can be placed on the sand. There's no issue with laying the club down there in the bunker. The player is also allowed to remove loose impediments, any natural objects, as well as artificial, including stones, leaves and the like, and remove them out of the way. It's also permissible to smooth footprints in the bunker, and you can do so provided you do not improve for the next stroke. You can also dig in with the feet to take a stance. And you can do that more than once, but you're allowed to get a firm base to make the stroke. And that's permissible too. En svo eru takmarkanir á að snerta sandinn í glómpunni. Að þú mátt alls ekki gera neitt til þess að prófa ástand sandsins. Hvort hann þéttur eða laus í sér eða eitthvað, og alls ekki snerta hvorki fyrir framan í aftan boltan, ekki slá í sandinn í æfingasveiflu og ekki snerta sandinn í aftursveiflu fyrir högg. Óli Rúnar. Óli Rúnar. Þetta með spurningu, Óli. Óli, þú ert með á mute. Sorry. Hún sagði í vídeónu að þetta hefði verið 2 högg. Það að segja 1 högg í sandinn í æfingasveiflu og svo 2 þegar hann lemur í sandinn. Eða hvað? Nei. Ok. Hann má lemja í sandinn eftir höggið. Ok. Já, takmarkanir á að snerta sand í glómpu. Þegar að snerting á sandi hefur ekki víti í för með sér. Það þegar þú grefur fæturnar niður til þess að taka þér stöðu, rakar glómpuna eða sléttir hana á einhvern hátt til þess að halda vellinu snyrtilegum, leggur niður kylfur eða annan útbúnað, mælir, merkir, lyftir eða leggur aftur, styðjaði við kylfu til að halda jafnvægi eða forðast fall, eða slá í sandinn í gremju eða bræði. Að því gefnu að þetta bæti ekki aðstæður. Ef að athafnir þínar bæta aðstæðurnar sem hafa áhrif á næsta högg, þá færðu almennt víti. Björn? Þú mátt ekki snerta sandinn með að tékka á honum, með því að strjúka og að raka, en svo máttu slétta glómpuna. Slétta? Til að halda glómpunni snyrtilega. Já. Má ég gera það áður í slag og þannig fá svona tilfinning fyrir hvernig sandurinn er? Já, sem dæmi að þú ferð ofan í bunkerinn og boltinn liggur öðrum megin í bunkernum og þú getur kannski ekki slegið strax, en hinum megin í bunkernum til hliða við þig, þar sem þú ert ekkert að fara að slá yfir eitthvað, þar fullt af sporum og þú ákveður bara, þetta ósnyrtilegt og þú rakar þetta. Þetta hefur engin áhrif á þitt högg, það í aðra átt.
þá máttu í rauninni raka það áður úr slærið. En þú mátt ekki raka, þú veist, fyrir framan boltann þinn eða einhvers staðar þar sem þú ert að fara að slá í eða slá yfir. Því að þá ertu telstu vera að gera betra svæði fyrir þig ef að boltinn til dæmis þú nærð honum ekki upp á glómpunni og þá liggur hann á bara nýrökuðu svæði. Þá ertu að bæta legu á þínum bolta. Og þegar maður nær boltanum ekki upp úr klumpunni og hann fer niður í einhver svæði sem ekki búið að raka, já, þá var ég slánum að það sem maður liggur. Já. Ok. En allstaðar það sem að þú í rauninni ert ekkert að fara að slá yfir og boltinn liggur einhvers staðar annars staðar í bönkunum og þú ert að bíða, þá máttu snirta, nota tímann og snirta án þess að fá í því. Ég má aðeins grípa inn í þessu umræðu að menn eiga að fara varlega með þetta. Menn geta ekki tekið upp prífu og raka eitthvað svona smá ójöfnu í þessum tilgangi. Því þá erum við klárlega að misnota reglunum til þess að kanna yfirborðið. Þetta er bara ef að það er alveg klárlega þörf á að raka eitthvað mjög ósnyrtilegt svæði. Annars er best að geyma þetta okkur búnaslá. En þetta þýðir ekki að með raka í burtu fótspor sem að gætu truflað eitthvað svoleiðis, sem eru nálægt boltanum. Sem sagt, menn þurfa að meta það. Er ég að fara að gera eitthvað sem einhver gæti metið það að ég væri að prófa sandinn? Elís spyr hérna hvort þið getur tekið dæmi mæla, merkja, lyfta, leggja aftur eða framkvæma aðra athöfn í samræmi við reglur. Það væntanlega í bönkar, ekki satt? Jú, þetta er bara þarna, þetta stendur í reglunum þarna, þetta er 4. punkturinn. Já, er ekki rétt munið, það er vídeó það sem að... Nei, það sem við erum að tala um þarna, að það liggja boltar hlið við hlið og annar er fyrir þeir sem á leik og undan. Þá þurfa að mæla eitthvað kilvuhaus frá eitthvað, merkja boltan, lyfta honum og leggja síðan aftur það. Að þó við snertur sandinn við þessar rattarnir, þá var það engin refsing við því. Skilur það? Já, ok, þetta skýrir þetta. Takk. Já, og eins sko, ef þeir liggja alveg upp fyrir hvern annan og þú merkir þinn bolta hinum með slegið, þá ertu komin með svaka hólu. Að þá lagaru, þú veist, það svæði, þannig að þú fái leguna sem þú varst með. Þú þarft ekki að lendi í því að láta þinn bolta hún í hólu eftir að hinn er búin að gera. Ég held að það er örugglega vídeó á þessu bara eftir augnablik. Ok, flott, takk. Hérna sjáum við dæmi athafnir sem eru ekki leyfðar í klompum. Player's ball is in the bunker. There are certain actions that are prohibited. For example, testing the condition of the sand, using a hand or club or the rake in this manner. The player is also prohibited from smoothing the sand in the bunker if it would improve the conditions for the next stroke. So raking on the line of play or in close vicinity of the ball would be prohibited. It's also not permitted to take practice swings and grounding the club in the sand and doing so. Before making a stroke, the player is also prohibited from touching the sand immediately in front of or behind the ball or in making the backswing.
Og þá eru komin að sérstökum reglum lausn vegna bolta í glóptu. Bara eins og truflun vegna óeðlilegra vallaraðstæðna, regla 16.1. Truflun vegna hættulegra dýraaðstæðna, regla 16.2. Og ósláanlegu bolti, regla 19.3. Og helstu breytingar á reglu 12 eru engar. Þá erum komin að reglu 13 og Bergsveinn ætlar að stilja hann upp. Björn? Þegar bolta er slegið inn í kantinn. Já. Og hann er hálf sokkinn eða sokkinn. Hann er ekki í kantinn. Já, þegar hann er pluggaður í bakkanum. Já. Eins og var sýnt þarna á fyrstu myndinni í kaflanum. Já. Hvaða lausn er hægt að taka? Það eru til ágætis leiðbeiningar í reglunum. Þú getur tekið sem sagt lausn til hliðar. Sko að því að viðmiðunarstaðurinn fyrir bolta sem er pluggaður er alltaf beint fyrir aftan boltan þar sem hann er pluggaður. Í þessu tilfelli þá er það bara bunkerinn og þú mátt ekki láta hann falla í bunkerinn. En þú getur tekið hliðarlausn til hliðar og komið honum í rauninni upp á bakkann bara svo lengi svo ferði ekki nær hólunni og reglurnar leyfa þér að teygja þig svolítið svona, hvað segir maður, umfram það sem að svona venjulega er til þess að koma þér í svona á blákantinn. Ég skal nú bara reyna að ég skal reyna að grafa upp bara ágætis svona skýring á þessu og við kannski komum því bara inn í. Það verður farið yfir þetta í reglu held ég 19 ósláanlega bolta og óðurlega vallaraðstæður. Sokkinn bolta og fleira. Það er ekki verið 19. Það er ósláanlegu bolti. En ég er ekki viss að sé svona vídeó af því en það sem að í rauninni menn nota í þessu er sem sagt svona hliðarlausn. Sem taka einhver radíus og fara út fyrir bunkerinn til hliðar. Já. Ég get aðeins komið með reyna á það. Reglan er rauninni bara þetta sokkínbolti og þú ert rétt á almenna svæðinu laust sokknubolta. Þú reynir að láta falla í bakkann og hann tollar ekki og reynir að láta falla aftur, það tollar hann ekki og þá átt að stilla honum og þú reynir að stilla hann í bakkann og hann tollar ekki það, þá færirðu boltan ekki nær hólu á þann stað sem er styst frá svæðinu þar sem hann tollir. Og það má vera til hliðar sem þetta upp á bakkann á klompinni. Þú ert rauninni bara að taka laust frá sokknum bolta í þessu tilfelli. Þú mátt fara eins langt og þarf til að boltinn tollir. Sem eru rauninni þá bara sem sagt nálægasti staði fyrir fullalaus. Já, nálægasti staði þar sem að boltinn rauninni tollir. Það er ekki endilega það er ekki verið að tala fullalaust þarna eins og þessi stígur eða eitthvað slíkt sko. Af því að boltinn þarf alltaf að vera á sama svæðinu. Þannig að þú ert alltaf að reyna að finna þér stað sem er á sama svæði og sókni boltinn.
Þú færð enga, sko, sérstaklega lausnir í stöður, sko, því að, hérna, Hún getur verið ómöguleg. hún getur verið ómöguleg, sko. Þú getur þurft að standa hún í glompinu. Ok. Já, þar er þetta náttúrulega ekki að fá fulla lausnir sjálfur sér, sko. Það er bara Nei, þú ert að fá lausnina. Þetta er bara standa með annan fótinn upp í klompuna jafnvel báðar. Já. Lausn er ekkert endilega góð, skilur. En hún er lausn frá einhverjum aðstæðum sem þú ert í. Þú ert raunin að fá lausn frá sóknum bolta en þú ert ekki að fá lausn frá umhverfinu, ekki stöðunni eða neinu slíku. Neinu yfirborði. Það er bara boltinn sem er sokkinn á rétt og það er ekki sokkinn. Af því að þú getur lent í því að þegar þú ert að fá lausn frá einhverju stíga, þú þurfir hreinlega að láta boltan falla bara inn í runna eða voni eitthvað algjört rusl. Það er náttúrulega í runni, það er full lausn fyrir þig, en það er samt bara vond lausn. En það er lausnin sem þú ert með. Nema þú bara hreinlega ákveður að endurtaka höggið eitthvað gegn einu víti. Þannig að lausnin er ekkert hún þarf ekkert að vera góð. Herðu, já, þá skiptum við hérna. Þetta er svo flott hérna stúdíóvinna hjá okkur, við erum með marga kamerur, við erum að skipta á milli hérna. En já, það var önnur spurning hérna frá Steinþóri, hvort að tjaldur eða tjaldsvæði væri hættulega dýraðarstaður. Nei, það er ekki hættulega fyrir okkur, en það er hættulega fyrir tjaldin. Og okkur ber reyna að gefa alltaf lausn frá slíkum aðstæðum. Við viljum ekki... Setjum ekki hreiður í hættu. Nei, við setjum ekki hreiðurstæðið að fuglinn í hættu ef hann er búinn að verpa í bönkar. Ég veit að Golfklúbbur Suðurnesja hefur verið með tjald þarna, nánast sama tjaldin held ég bara árið til ár í sömu glompunni. Það er svolítið sem okkur í Mosó og við tökum það mökri bara úr leik. Já, þá var hann bara skilgreindur í staðareglum að hann sé ekki í leik og þá er bara fyrsti stað fyrir lausn er sem bara að hafa tekur fulla lausn upp úr glompunni í þeim tilfellum og leikur þaðan, þá er glompan bara ekki með. En ef við vissum ekki á honum að þá kallið bara í dómara eða þið úrskurðir þannig að við setjum ekki hreiður eða fuglinn í hættu. Hættulega dýraðarstaður, það er ekki hérna heima, en ekki sem að við vitum býflugur teljast ekki hættulegar og ekki krían heldur. Þannig að þetta er aðalega erlendis, það geta verið snákar, það geta verið einhverjir svona maurar sem að bíta og brenna illa og alls konar svona sem við þurfum ekki að slátt við. Nú, en við ætlum að fara í reglu 13 sem er síðasta regla okkar í kvöld og hérna, við erum svolítið undan tímanum en það er svo sem allt í lagi, við þurfum ekki að vera lengur en við þurfum. Þessi kafli, þessi flatirnar, er eitt af þessum 5 svæðum á vellinum. Það sem við megum gera á flötunum er hérna margt sem er öllu jöfnu ekki leyft að gera annars staðar. Til dæmis að merkja lyft á hreinsaboltan, gera við skemmdir á flötum. Það megum við ekki gera öllu jöfnu annars staðar á vellinum. Það gilda líka alveg sérstakar reglur þegar boltinn er á flötunni. Og þetta hefur, það sem við megum gera á flötum núna er orðið
miklu meira heldur en mátti fyrir nokkrum árum síðan að varðandi hvað maður gera við og hvernig við megum hafa okkur á flötum. En við skulum aðeins bara yfir þessa reglu 13. Það er bara alveg hvenær er boltinn á flötinni að kannski ekki nógu mikið hjá okkur, ekki nógu duglegir vilja meina að vísa ykkur í skilgreiningar. En það er rosalega margt í reglunum sem að við erum að fara yfir, sem að menn klóra sig svolítið í hausnum og spyrja en hvað með þetta og hvað með hitt. Að skilgreiningarnar eru rosalega mikilvægar. Og við skulum alltaf hafa það í huga að lesa skilgreiningarna vel. Það er skýra oft í smáatriðum hvað reglurnar eiga við. Siggi Óli er að spyrja hérna á spjallinu, máttu taka æfinguhögg í næstu glompu við hliðina á glompunni sem að boltinn er í? Nei, þú mátt aldrei taka æfinguhögg í glompu. Það er bara skýrt. Ef að boltinn er í glompu og þú ferð hún í aðra glompu til að kanna hvernig sandurinn er, þá er raunir refsing svo sama eins og sért í sömu glompu boltinn. Hins vegar, ef boltinn er á almennasvæðinu og þú ferð hún í glompu og tekur sveiflu í sandinn þar, það er engin refsing við því. Bara að vera að snyrta bunkerinn og eða glompuna eftir. En þú mátt aldrei gera þetta þegar boltinn er í sandi. Ég vil að þetta svari spurningunni. Nú, í samkvæmt skilgreiningum þá er boltinn á flötinni þegar einhver hluti bolta snertir hana eða einhver hlut sem liggur á eða hann liggur í einhverju sem er innan brúnarflatarinnar. Ef hann lendir ofan á handklæði sem er á flöt, þá er hann sjálfsagt á flötinn þá hann snert hann ekki. Eða torfusnepill komin inn á flöt eða moldakökkull og hann lendir von á því og snertir þess vegna ekki flötina. Og svo fremur sem að snepillinn eða moldin er innan flatarinnar, þá telst boltinn vera á flöt. En hann þarf að snerta flötina. Það er ekki nóg að hann sé í karga, snerti hann og brún á boltanum fari yfir flatarskilin. Ef hann snertir ekki flötina, þá er hann ekki flötin. Þetta er ekki eins og í fótbolta þegar menn að taka horn og setja boltan alltaf fyrir utan hálfbúan hann eða hvað þetta er. Ef einhver hluti af boltanum er yfir línunni, og telst hann inn í þeim reit. Það er ekki svoleiðis með bolta á flöt, það er bara snerta flötningu. Nú, það er margt sem er leyft eða skyldugt að gera á flötum og við skulum fara aðeins yfir það. Við megum alltaf merkja, lyfta og hreinsa boltan ef hann er á flöt. Það þarf ekki að setja neitt inn á staðareglur að það sé sérstakar reglur að merkja, lyfta og hreinsa, eins og þarf að vera ef við ætlum að gera þetta út á almennasvæðinu. Við megum alltaf gera þetta á flötunum. Hins vegar verðum við alltaf að merkja staðsetningu boltans áður en við lyftum honum. Það gildir bara, eins og kom að, held ég áður, að alltaf þegar við ætlum að setja boltan á sama stað aftur, þá verðum við að merkja staðsetninguna áður en við lyftum honum. Við verðum alltaf að leggja hann upp hann að stað og við verðum að fjarlægja boltamerkið áður en við leikum boltan með slámhækið. Nú, fleira sem við megum gera á flötinni, að við megum fjarlægja sand og lausan jarðveg á hvern þann hátt sem okkur hentar. Við megum tína upp grjót, við megum ná okkur í handklæði og bursta í burtu sand eða lausan jarðveg.
Þetta telst ekki vera lausung í sjálfu sér, þess að við megum gera þetta reynsa allt sem á flötinni með þeim hættu sem viljum, og þetta óháð því hvort að boltinn sé á flötinni eða ekki. Við megum, þegar boltinn fyrir utan og við ætlum að fara að leika inn á högg og það eitthvað óhreinind á flötinni, þá megum við fara inn á flötina og reynsa flötina áður að leikum boltanum. Það sem við erum leiða núna, en við verðum ekkert endilega að gera, en það sem má gera að núna megum við lagfæra skemmdir. Við megum sér að koma flöt í sem næst upphaflegu ástandi. Við verðum að nota hönd, fót eða aðra líkamshluta, venjulega flatagafal 10 kg eða svipað hluti venjulegs búnaðar. Þetta má ekki tefja leik, en við megum ekki vera að dúlla upp við eitthvað svakalega mikið. En ef við gerum þetta eitthvað óhóflega, við erum að breyta einhverju yfirborði, ef við erum megum þetta ekki breyta yfirborði flattarinnar, rauninni ef hún þannig, megum ekki klippa grasi eða neitt slíkt. En við megum núna, eftir 2019, gera við skóför, við megum gera við svona almenna skemmdir sem eru svona greinilega skemmdir af mannavöldum á flötum eða dýra. Við megum gera við, ef hestur hefur hlaupið yfir flötina, megum við gera við hófaförin. En áður máttu við bara gera við gömur tappaför eftir gamlar hólur, þess að það sem búið að gera við gamla hólu, eða boltaför. Þá máttu við ekki snerta fútlínuna eða koma neitt við hana út af einhverju öðru. Núna megum við að laga alla skemmdir á flötinni. Við megum laga skemmdir sem eru af völdum einstaklinga eða utan að koma til áhrifa, boltaför, skemmdir af skóm og rispur og ójöfnu vegna útbúnaðar eða flaggstangarinnar. Einhver hendinn til hliðar og kemur hóla eftir hana, þá megum við gera við það. Gera við gamla hólutappa, einhverja torfutappa, samskeyti skorins torfs og rispur og ójöfnur vegna verkfæra eða véla. Og eins og við segjum rásir gerðar dýrum eða hófför og einhverja sokna hluti. Þetta megum við allt lagfæra núna. Þetta var að segja miklu víðtækari heimildir hvað við megum gera við á flötunum. Það sem ekki telst aftur á móti skemmdir á flöt sem megum þá ekki laga. Það svona eins og kallað venjuleg vinnubrögð við viðhald flatarinnar, ég veit ekki alveg eins og til dæmis götunarhólur eða rásir til lóðréttan skurð, við megum ekki gera við það. Ef við búum að gata flötinn og sanda, þá megum þrjúka sandinn í burtu, en við megum ekki gera við þessi göt sem eftir götunarvélarnar. Við megum ekki gera við eitthvað sem hefur myndast slit eða rof á flötin eftir vökkun, rigningu eða eitthvað svona náttúruafl, ég veit ekki hvort það hvað það getur verið annað. Einhver dæmi, og við megum ekki gera við náttúrulegar ójöfnar yfirborði, sem til dæmis ef það vex illgresi og hefur sprottið hraðar en grasið og það svona grastoppur eða illgresistoppur, þá megum við ekkert eiga við hann. Hann bara hluti af yfirborðinu og við megum ekkert eiga við það. Við megum ekki laga hólubrúnina ef það svona venjulega slit á hólunni. Þá hún bara slitin hólan og við megum ekkert gera við það. Hins vegar ef hólan skemmt, þetta komið verið skemmt í hóluna, þá
gera leikmenn rétt í því að kalla til dómara sem að getur kallað til starfsmann og látið laga hóluna eða jafnvel taka nýja hólu fyrir næsta hol. En við mögum ekki gera við þetta sjálf. Og það er hérna smá myndband sem sýnir hvað má og hvað má ekki gera eða laga á flötinni. Við skoða það. So on the putting green, a player is permitted to repair damage to the putting surface. So spike marks can be tapped down and eliminated. The player is also entitled to remove sand on the putting green, and they can do that by any means. They can use their hand to remove the sand or a towel, provided they do not press anything down. It's also permissible to remove loose impediments, so natural objects such as stones or leaves can be removed. Of course, ball marks can be repaired at any time, and they can be eliminated by using a small tool to do so. Acorns or stones, perhaps embedded in the surface of the putting green, can also be removed, and any damage that they leave behind can be repaired. But things that cannot be repaired on the putting surface include natural imperfections to the surface of the putting green, any damage that's been caused by natural forces, so things like rain damage or irrigation, any damage to the surface of the green that's been caused by normal maintenance practices, things like irrigation holes or verticutting, and finally, any natural damage to the hole itself. So on the putting green. Það er ein spurning hérna komin hérna, vatn á flöt, má gera eitthvað við því? Nei, þið megið ekki fjarlægja vatn á flötinni, en vatn á flöt, þá er að tala poll, ekki bara blauta flöt, hún telst vera ógurlegt ástand valla sem verður farið yfir seinna á námskeiðinu og á flöt, ef boltinn liggur á flötinni, að þá telst þetta vera óeðlileg aðstaða og ef við þurfum að púta yfir þetta, þá eigum við rétt á lausn þannig að þetta fari úr pútlínunni. Hins vegar, ef boltinn er ekki komin á flöt, það er á forgrunni og ætlum að púta og þurfum að púta yfir vatnið, þá fáum við ekki lausn þar sem boltinn er ekki komin inn á flötina. Þá verður við bara að vippa yfir pollin eða gera eitthvað annað sem við teljum skynsamlegt. En við megum ekki fjarlægja vatnið á flötinni. Nú, við megum ekki vísunum til prófa að gera eitthvað prófanir á flöt. Á meðan fyrir leikinn megum ekki vísunum til prófa ástand flatarins. Við megum sett ekki nudda yfirborðið og við megum ekki rúlla bolta. Og þetta gildir rauninni alla flatir og þetta gildir líka ef við erum að fara á teig og ákveðum að fara og prófa 18. flötuna með að strjúka eða nudda yfirborðið, þá erum við búin að skapa okkur refsingu. Þá erum komið almenna víti fyrir það, þó við séum ekki lögð á stað í hringinn. Þannig að við höfum aldrei strjúka yfirborðið eða rúlla bolta til að sjá hvernig yfirborðið er. Á meðan nú ef við lendum á rangri flöt, þá verðum við að taka lausn með að láta bolta falla í lausnarsvæði. Það var ekki búið að fara sérstaklega yfir lausnarsvæðinu. Nei, það er í rauninni annars þar. Það verður farið betur í þessi lausnarsvæði sem komur inn 2019, þannig að það er bara í huga. En við verðum að taka, ef boltinn lendir á rangri flöt, þá megum við ekki leika það og megum ekki standa á þeirri flöt heldur. Þannig að við verðum að taka lausn inn í lausnarsvæði og viðmiðunarstaðurinn fyrir lausnarsvæðið
er svo að næsti staði fyrir fulla lausn á sama svæði vallar og uppalega botnum stöðvaðist á. Kannski til að flækja þetta aðeins, en röngflöt telst hluti á almenna svæðinu í þessu tilfelli. Þannig að við þurfum að fara styrstuleið út af flötinni, ekki nær hólu, þar sem að við né bolti snertir þessa röngu flöt. Síðan höfum við eina kilólengd frá þeim stað sem boltin hefði legið þar og láta hann falla inn í það lausna svæði. Björn. Þarf að taka tillit til boltaflugs línunnar. Hvað áttu við? Þannig að ef maður slær og boltinn hann í einhver ákveðnum flugi og endar á flöt sem að maður ekki hlutað á þeirri braut sem maður spila. Þarf þá að lausnarsvæðið að bakka þá í boltaflugslínunni út úr? Nei, góð punktur. Það skiptir ekki máli eins og vítasvæði var. Þetta er ekki vítasvæði og þetta er refsilaust. Þetta er bara án refsingar. Þarna förum bara styrstuleið út frá því sem boltinn liggur. Það sem boltinn endaði er eina sem skiptir máli. Ok, styrstuleið út en aldrei nær. Já, styrstuleið út af flötinni, aldrei nær hólu. Ok. Og þurfum að fara það langt út fyrir að við stöndum ekki á flötinni heldur. Við höfum síðan kilólengd frá þeim stað sem að, eins og sjá að sína það mynd hérna. Það er að tala um það sem var nefnt áðan með fulla lausn. Já, þetta er þarna þurfum að taka fulla lausn frá flötinni. Boltinn liggur þarna hvítur. Við erum styrstuleið út þarna til hægri og við sjáum að það er komið með svört skópur þar sem við eigum að standa. Þetta er ekki nær hólum sem við ætlum bara á þarna aðeins lengra. P1 er það sem við myndum leggja boltan niður fyrir höggið ef við myndum standa þarna og slá. Og við höfum sér kilólengd þaðan til að láta boltan falla inn í. Og ef þetta væri hallandi bakki á móti mér, gæti ég farið lengra upp, þannig að ég komin lengra til hægri og komin á sléttu flöt? Nei, þú verður bara að taka, þarna er svo Davíð nefndi á hann með runnana frá veginum. Þarna ertu bara að fá laust frá röngri flöt og verður að taka hana án refsingar. En hvað er þarna fyrir utan flötina er alveg óhóð í, þú hefur bara þetta svæði. Það gæti verið 3 og runni þarna. Það er ekki, það reynir skiptir ekki máli, þetta er bara lausnarsvæðið og þú getur alltaf gegn einu höggi í víti keyptir aðra lausn, en þetta er eina frílausn. Ef þú leikur aftur á móti á flötinu, þá færðu almenna vítið sem er 2 högg. Ok, takk. Og það er hérna smá myndband, hvernig tökum þessa lausn. Þá að hann að passa sig á því að fara ekki, að standa ekki á flötinni. Þannig að taka lausnina á hann þess að standa á hann. Nú, það sem hefur breyst núna, ég held að það hefur verið 2019 líka, að núna megum við hafa flaggstöngina í hólunni og boltinn má hitta flaggstöngina. En við þurfum að passa okkur svolítið hérna núna að við þurfum að ákveða áður en við sláum höggið hvort við ætlum að hafa flaggstönginni í hólunni eða ekki.
ef við ákveðum að hafa flaggstöngin í holunni og bolti fer í stöngina og þá er það allt í lagi. Hins vegar, ef við ákveðum að við ætlum að láta ykkur gæta stangarinnar og taka nú úr eins og við gerðum hérna áður, en hún er síðan viljandi skilin eftir að leikmaður segir ekki taka hann úr eftir hann leikur höggið og bolti fer í stöngina, að þá erum við með sömu refsingu áður, það er tveggja almenna vítið. Það er spurning hérna á spjallinu og Heimi, að í myndbandi sést hún nudda sandinn í burtu af flötinni, er það ekki bannað? Aðeins að rifja upp bara að ef það er sandur eða eitthvað lausung á flötinni, þá megum við fjarlægja sandinn og lausungina með hvaða þeim hætti sem við viljum. Við megum ekki breyta yfirborðinu með að búa til eitthvað sandbakka þarna steypu eða eitthvað, en við megum nudda þetta í burtu og hreinsa þetta í burtu þannig að sandur sé farinn. Þetta er einu staðan á vellinu fyrir utan eigin sem við megum gera þetta. Við eigum geta á teignum eins og við fórum yfir í fyrradag og við megum á flöt nota handklæði eða hvað það er til þess að ná sandinum í burtu, þannig að vona þetta svari spurningunni. Við þurfum ekki að tína sandinu upp, þetta er góða lagi svona. Aftar á flaggstöngina, það er almennt vítalust ef að hann hittir stöngina í holunni, en ef við ætluðum ekki að hafa stöngin í og vildum láta taka hann úr, aftur fyrir ítrekka, við getum ekki skipt skoðun eftir leikum boltanum. Því að þá erum við konum með refsingu ef við hittum í stöngina, eins og var áður. Ef hann fer í stöngina þá bara ekki voni, þá er bara leikið það sem hann endaði. Það eru takmarkanir við að hafa flaggstöngin í holunni, það eru takmarkanir við að hreyfa flaggstöngina meðan boltinn er á hreyfingu. Við megum ekki hreyfa flaggstöngina til að hafa áhrif á því hvar boltinn muni stöðvast. Við þurfum að ákveða fyrirfram að hafa hann í holunni, stöngin í holunni ekki. Aftur á móti, ef við ætlum að hafa hann í stöngin í holunni og það er grein og við erum búin að púta og það er greinilegt að boltinn er ekki að fara í holuna, þá er engin refsing við að taka stöngin úr, þó að það hafi verið ákveðið að hafa hana í. Ef það er greinilegt að boltinn er ekki að fara ofan í, þá er lagi að taka hann úr. Það eru takmarkanir á að aðrir leikmenn hreyfi stöngina, leikmenn við hafa hann í holunni. Það er að ef við ætlum ekki að hafa hann í, ef við ekki beðið neitt að gæta hann, það ætlum að hafa hann í og einhver annar vísandi tekur hann úr, einhver annar leikmaður tekur stöngin úr á þess að við höfum viljað það, að þá hlýtur sá leikmaður almenna vítið. Björn, þú ert með. Líka þegar hann er ekki meðvitaður reglunum. Það breytir engu. Það er í ábyrgð leikmannanna að þekkja reglurnar, þannig að þú getur en ekki falið þig eða losnað við refsingu á þeim forsendum að ég þekkti ekki regluna. Okay. Það er svona almenna reglan. Ef þú ert vísvitandi, það stegir þarna annar leikmann má ekki vísvitandi hreyfa hana. Þú veist, ef hann gerir þetta í brýri eða óvart eða eitthvað slíkt, það er svolítið öðruvísi, en ef hann er að taka hann úr, tekur úr holunni, en ég vildi hafa hann í, þá var hann að reyna að trufla minn leik og hann fær þá refsingu. Nú,
leikmaður má alltaf biðja að stengið sér tekin úr hólunni. Þetta er spurning. Já, Bergþóra. Bergþóra spyr, má ekki láta eitthvað standa við hóluna og gæta hennar og boltinn kemur ekki við stöngina. Viltum við? Má ekki láta eitthvað standa við hóluna og gæta hennar og boltinn kemur ekki við stöngina. Ekki það víti. Nei. Það er víti ef hann fer í stöngina. Það er, ef einhver að gæta stangarinnar og á að taka hann úr en gera það ekki og boltinn fer ekki í stöngina, þá refsingin er bara ef að þú leikur í stöngina og varst búin að biðja einhvern að gæta hann. Þá færðu refsinguna. Nú, við megum biðja hvert sem er raunin sem er í hollinu með okkur eða keilubera eða eitthvað til að gæta stangarinnar. En eins og segir áðan, við verðum að ákveða áður slá höggið hvort það viljum hafa stöngin í eða ekki. Og þetta gildir alveg saman hvort boltinn er á flötu eða ekki. Ja, við getum beðið mönnum að gæta stangarnar í innáhöggi, í vippi. Og þá verðum við að taka stöngin úr ef boltinn stefnir í hólun. Við hefum ekki skipt skoðana þegar við slóum eitthvað fast eða eitthvað. Og það er sama refsing þó að boltinn sé að hafi ekki verið á flötinu ef við erum að láta gæta stangarnar. Skulum aðeins líka hafa í huga að þetta með að gæta stangarnar það er litið á það mjög víðtækt eða ég veit ekki hvað orðan notaðu þetta að þegar leikmaður er talinn hafa heimilað að flaggstangan sé gætt ef kylfuberi heldur við stöngina eða stendur við hliðina á henni. Ef hann biður einhvern annan að gæta flaggstangunar og hann gerir það eða hann sér einhvern annan einstakling halda við flaggstangina eða standa við hliðina á henni og biður hann ekki að taka hann í burtu áður en ætlar höggið, þá er hann samt búinn að biðja hann að gæta stangarnar. Ef einhver stendur þá nálægt stönginni að hann getur talist vera gætunar og við viljum ekki að hennar sé gætt því að við viljum hafa hana í, þá eigum við að biðja viðkomandi að fara frá stönginni áður en við leikum boltann. Annars telst viðkomandi sem stendur alveg við hóluna að vera að gæta stangarnar. Hvað á að gera ef boltinn hittir flaggstöngina eða þann sem gætir hennar? Og þarna kemur svolítið að mati dómarana. Ef það gerist óviljandi, ef hann hittir flaggstöngina óviljandi eða þann sem gætir hennar, þá er það vítalöst og boltinn leikir það sem hann liggur. Sá sem er að gæta stangana tekur hann upp úr en er ekki nóg fljótur að það fer óvart í stöngina, þá er það ekki lítið á það sem að hann sé viljandi að hafa stöngin í eftir að biðja að taka hann úr. Ef aftur á móti hann er vísvitandi sigurleið eða stöðvaður af þeim sem gætir flaggstangarinnar, ef það er ekki óvart lengur, þá fær einstaklingur sem gætir, hann fær almenna vítið. Höggið skal endurtekið ef það var slegið á flötinni og ef það er utanflatar þá áallu staðina sem var leikið var og endurtökum höggið. Einstaklingur sem að gætir fær almennt víti kylfuberi. Einstaklingur, já, ef það er kylfuberi þinn, þá fær þú almenna vítið. Ef það er annar leikmaður sem þú ert að keppa við, gera þetta vísvitandi, þá fær hann almenna vítið. Og kylfusveinn. Og eða kylfusveinn hans, já. Já, ok.
Og síðan hérna ein regla sem er svona með því síðasta sem við ætlum að fjalla ekki alveg að síðasta, en svona að síðasta, að þetta sett nýtt, ef boltinn liggur upp við stöngina í hólunni, þetta nýtt sem kom inn eftir að menn leyfðu að hafa hólun í þegar við erum að púta, að ef einhver hluti boltans neðan við yfirborð flatarnar, þá boltinn í hólu. En passa ykkur á því að þarna verið að tala eingöngu ef boltinn liggur upp við flagstöngina. Ef boltinn snertir ekki stöngina og bara hluti á honum undir yfirborðinu, þá telst hann ekki í hólu. Hann þarf að vera allur góð niður fyrir hólubrún til þess að teljast í hólu með þessari undantekningu ef að stöngin í. Spurning og neita að gæta flaggstangar. Já, það engin sem skildari að gæta stangar fyrir einhvern annan. En mér finnst það frekar klént ef menn þetta svona leikur sem snýst heiðarleika og allt það og siðareglur annað að ef ég að fara að búta og finnst gott að hafa stöngin í réttum meðan ég að slá höggið og enginn vill gera það fyrir mig og finnst mér bara lélegt en eftir sem áður getur haft hana bara í og púta og þá má hann fara í stöngin og það skilja. En það engin skyldu að gæta stangarna fyrir einhver mann sko. Annað þarna, ef enginn hluti boltans neðan við upp á flatarnar, ef boltinn ekki í hólu, jafnvel þá hann liggi fyrir stöngina, þá leikur hann þaðan. Hvenær getur þetta gerst? Ég veit að þetta gerst í miklu roki og stöngir og eitthvað lúinn og svignar mikið og liggur upp að hólubrún og boltinn liggur upp þar uppi en enginn hluti boltans onni, að þá telst hann ekki í hólu. Svo spurning ef hann liggur á brúninu svona og við tökum stöngina úr og rekum stöngin í boltan við það og hann rúlar eitthvað í burtu, þá það vítallaust, en það var ekki ætlunin að færa boltan, þetta óvart og við leggjum þá boltan bara á brún hólunar og leikum þaðan. Hérna smá myndband það þegar boltinn liggur upp við stöngina. Þú skoða það. Við sáum hvað hann gerir þarna, hann bara tekur boltann upp, við getum horft á þetta aftur, spila þetta aftur. En þarna sjáum við að boltinn stoppar, hluti af boltanum fer niður fyrir yfirborð holunar og hvílir upp fyrir stöngina og að þess vegna telst að vera komin í holu. Ragnar. Fyrirgefðu, ég fann ekki mjög taka. Heyrðu, ein spurning bara til staðfestingar að þú mátt bíða í 10 sekúndur ef það ekki ef að boltinn á brúninni. Já. Eftir hún kemur að honum. Já. Ef hann dettur niður á, segjum bara 13-14 sekúndur. Já. Þarftu þá að færa hann upp á brúnina og... Nei, það akkurat það sem við komum, það bara næst að læra. Já, þeir eru góður. Þú ert bara svo frábær tímasetning á þessu að ég bara verða að hrósa þér. Þarna verið að sýna það sem ég var að tala áðan, hann liggur á brúninni, við lyftum stönginu upp og hann fjarlægist hóluna. Þannig að rauða pílan á að gefa það til kynna þannig. Og þá færum hann tilbaka á hólubrún og leikum þaðan án refsingar. Aftur á móti það sem þú varst að spyrja ef hann yfir hólubrún, þá var leikmanni gefinn sem eðlilegur tími þess að koma sér að hólunni. Þegar komið þangað,
þá færðu aukalega 10 sekúndur til að bíða og sjá hvort bolti falli í hóluna. Ef hann fellur eftir 10 sekúndur, þá boltinn kominn í hóluna en við bætum við einu vítatöki. Við þurfum ekki að leika honum, taka hann upp úr leikunum onni, hann bara kominn onni og hann við bætum við einu vítatöki. Með. Nú, þetta var eiginlega síðasta reglan, regla 13.3 sem við ætlum að fara yfir í kvöld. Breytingar 23 að þessu voru engar meiri háttar breytingar, þannig að þessar breytingar koma allar inn árið 2019. Ekki með að gera við takkaför og annað á flötinni og núna megum við líka labba í pútlínuna sem var bannað áður. Kannski svona smá sögustund að því við höfum smá tíma að það eru margir sem að eiga erfitt með að sætta sig við aimpoint aðferðina við að lesa pútlínu. Áður fyrr þurfti menn að passa sig þegar að finna hallan, labba og finna hallan í flautinni. Það stíga ekki í pútlínuna því það var bannað. Núna megum við labba í pútlínuna, megum ekki vissu búa til núna rákir eða eitthvað slíkt, en megum alveg labba hana. Og þeim mun meiri svekkja sig að komið út í þessi aimpoint menn eins og mig sem að taka sér tími að labba pútlínuna jafnvel og gefa sér meiri tími í þetta. Ragnar? Ragnar? Já, mér hefur fundið svolítið kúnstugt maður verið fann, eða sem ég fann að taka eftir. Stundum með fólk, svo sem að fara að púta, hann að labba svona hænuskref. Já, það að sér. Hann að búa til? Nei, þá hann að finna hvar hallin Þú prófar þetta að standa jafnvætis og þú finnur hvort pungin fer meira vinstra hægri löppina. Þá finnur hvernig hallur. Og þetta þessi aimpoint. Þá finna menn hvað beitingin mikil og síðan miða út frá því. Það bara sjónvarpinu þá svo oft þá sérðu náttúrulega ekki hallan, maður skilur stundum ekki akkúrat hittir ekki horf það. Það að mynda verið dregur svo úr hallanum. Já, þetta þessi, gera maður mikið aimpoint að labba þessa pútlínu og mann finnst þetta leiðilegt, menn oft lengi að þessu. En þetta fyrir að kunna þetta, þá getur þetta verið mjög góð leið til að lesa að finna hallan. En svona það. Spurningin þess áfram að það sem Steinþór að tala að vatna á flöt. Já. Það mögur náttúrulega ekki að ferða vatnið, en vallarstarfsmaður má koma með sköfu og skafa vatnið af. Við skulum fara varlega í það. Vallarstarfsmaður má gera það í umboði nefndarinnar eða mótstjórnarinnar. En við verðum þá að passa okkur að hann geri það fyrir öll hol sem að leika viðkomandi flöt. Hann má ekki gera það fyrir eitt hol en ekki næsta. Og þetta menn gera þetta mikið á svona stærri mótum og þá með starfsmenn við þessar flatir og rúlla alltaf þegar menn að koma að þeim. En við heima með allt í sjálfboðavinnu, þá höfum við ofta ekki mannskap í svona og þá verðum við að fara rosalega varlega í hvort að við séum að mismuna leikmönnum með því að hreins að gera slétt fyrir einn en ekki annan. Þannig að ef við getum ekki gert þetta almennilega þá er best að sleppa því bara. Til þess að mismuna ekki leikmönnum. Alltaf það ég gert í hólukeppni, ef þú gleymir einu holli, þá það gildir ég aftur í báða í því holli, en í höggleik þá verður það að fara mjög varlega í allt svona, að mismuna ekki mönnum. Menn myndu til dæmis eins og í list. Hvað segir gestur? Ég þakka bara fyrir gott kvöld. Já, ég ætla að bara klára þetta þá, svona formlega. Þetta var að síðast sem við ætlum að fara yfir. Kannski að gefa bitni síðan svo komið spurning á þér. Það varðandi glompur. Glompur, já. Ef að bakkinn það hár að leikmaður, hann bara sér ekki fram á að ná að slá upp. Já. Hvað lausn fyrir hann ef hann vil bara bakka út úr í línunum sinni?
Já, þetta verður farið yfir þetta í reglu 17 eða 19 að þú getur dæmt boltan ósláanlegan. Þú getur náttúrulega leikið höggið aftur sem fór ofan í bunkarinn gegn einu höggi. Þú getur tekið lausn innan klompunar gegn einu höggi, bara ósláanlegur og leika innan höggar. En þú getur líka farið aftur og línulaust upp úr klompunni, en þá er það 2 högg í víti. Og ef þú ert innan klompunar, er þá kylfulengd? Nei, þá er það bara eins langt aftur og vilt innan klompunar og kylfulengd þaðan. Eða 2 kílómetrar til hliðar frá boltanum. Það er bara eins og þú værir að ósláanlega bolt út af velli. Ok, takk. Hanna er að spyrja Kristján og Steindór er hægt að fá slóðina á þessi vídeó frá R&D. Þau eru inn á randa, flest af þessum vídeó, myndir rules. Það eru fullt af myndböndum. Ég veit ekki hvort að nákvæmlega þessu sömu, en það er mikið af svona myndbanda fræðsluefni. Endilega kíkja á það. Og opinberu leiðbeiningarnar, ég man ekki hvort að þær eru inn á golf.is, ég skal bara kanna það og senda ykkur það í posti þá ég finn slóðina. En þær eru klárlega inn á R&A undir rules, þar getur maður varið hvort þau vilja skoða reglunar eða skilgreiningar eða opinberu leiðbeiningarnar. Það eru bara mismunandi flipar þar í því appi eða á þeim vef. Þannig að það er á að vera hægt að skoða þetta. Óli Rúnar, kom eina spurningu. Þetta frá Danmark í lögin. Það er að misnefnt hvað fólk staðsetur hrífur í klompu. Hríf í klompu, já. Það er, þú getur lent í því að slá að bunker og boltinn færi eðlilega ofan í en stoppar hrífu sem er lögð á kantinum. Já. Og í tilfelli hefur boltinn farið ofan í klompuna, hann stöðvast á hrífunni, þannig að þú lendir þess að önnur löppin ofan í og hinn upp á og... Það er bara, þú leikur bara boltanum svona stoppar og tekur bara hrífunni í burtu og... Það er engar, þetta er svo misjafnt þegar maður tala við fólk. Já. Hann sé á kantinum og ég hef alltaf staðið þeirri merkingu að hrífan sem hluta böngunum og yfir honni í böngunum, sko. Það er bara rangt. Hún er bara hreyfanleg hindrun hvar sem hún er, sko. Já. Og þú bara tekur hann í burtu og ef að boltinn hreyfist við það, þá ef hann leikur upp við hrífuna, leikur upp við hana og hann hreyfist þá stillar hann upp aftur það sem hann var. Já. Aftur móti ef hann leikur ofan á hrífunni, þá þarf það að palla þegar þú tekur hrífunni í burtu, en hann má ekki þá rúlla ofan í klompuna. Það verður að enda á sama svæði og hann var á. En það er engar reglur hvar hrífan eigi að vera staðsett. Það er ekki í golfreglunum. Það er mismunandi eftir hvað menn mæla með. Sumir vilja hafa alltaf ofan í, sumir vilja hafa það fyrir upp úr. Sumir hefur sérstaklega standa fyrir þær, hálfar ofan í, hálfar upp úr. Þetta er bara, það er ekkert í golfreglunum sem segir henni hvað hún á að vera. Þetta er svona pólitíkumenn sem að ræði þetta, sko. Já, það er bara borgarstjórinn sem ákveður það. Reglurnar sem fórum yfir í dag, bolti hreyfður, Ómar er með uppbreytaða hönd, ef við tökum það kannski. Já, takk fyrir. Ég er með 2 spurningar. Það við vorum að tala um vatn á flöt, bara með það í kollinu, hvað með vatn á velli eftir svona regningu, gildir það sama þar? Það gildir svo, mátt ekki fjarlægja það, en ef það er pollur, það verður farið yfir þetta í seinni reglum, þá er þetta óeðlilegt ástand vallar og þú fær fría lausn út úr pollinu með botninu í honum. En þú var enga lausn ef hann er í leiklínu, þú verður bara að slá yfir hann. Já, einmitt. Og kannski seinni spurningin er vegna þess að ég er að koma nú nýr inn í svona þessi dómaramáli eða svona námskeið. Hvort þið gætu nokkrum mínútum í aðeins að segja svona frá þessu hvað þetta í rauninni er, þetta
að vera héraðsdómari eða hvert getur þetta leitt ef maður tekur nú prófið og nær því og svo framvegis? Já, ég skal gera það bara í örfáum orðum því að við förum yfir það á 4. degi þegar við erum að tala um prófið. En héraðsdómari, réttindi sem þið fáið, prófið verður, við klárum þetta námskeið á miðvikudaginn í næstu viku og prófið byrjar þá á mánudeginum á eftir sem er tekið á netinu og er opið í 1 viku. Við förum betur yfir það, ekki að ég allir tímanum við það. En þeir sem að standast prófið, þeir fá réttindi í héraðsdómara og þau réttindi eru rauninni fullgildur golfdómari svo fremur sem að reglugerð viðkomandi móts gerir ekki kröfu landsdómara eða alþjóðadómara. Það er þá bara GSI mótum sem gera kröfu slíkt. Héraðsdómari má dæma á öllum opnum mótum hjá heimaklúbbi, meistaramóti heimaklúbbs og öllum almennum mótum. Þannig að þetta eru alveg réttindi og það er bara á Íslandsmótum eða annað slíkt sem að reglugerðir gera kröfu meiri reynslu. Já. Ég vona að þetta svari svona í stuttumáli. Já, takk fyrir. Aftur, við fórum við þetta 4 reglur, bolti og hreyfingu, bolti hreyfður, bolti og hreyfingu, klompur og flatir. Og næst verður á mánudaginn, 17. og þá verður farið yfir reglur 14, 15, 19 og 25. Að lyfta bolta og setja aftur í leik, það er svona ein regla. Laust frá laugsung og hreyfilegum hindrunum, það er annars hrífur sem ekki er í bönkar, eða hrífur sem er í bönkar. 15 brýr, bolti eða boltamerki, aðstoðarleik eða truflaleik, það er svona tekið sérstaklega á því. Síðan fyrir reglu 19, óslaghálaður bolti. Og svo er farið yfir reglu 25, sem að það er nú ekkert prófað úr en hún er sett þarna inn þannig að því að hún kom inn í núna 2023 að það er breyting vegna fatlaðra leikmanna og það er rétt að segja ykkur hvað þetta er að fyrir 23 og þá þurftum við að setja staðarreglur ef að fatlaða leikmenn tóku þátt í mótinu sérstakar lausnir fyrir fatlaða ef út í hjólastól þá er erfitt fyrir hann að fara hann í klompu og annað slíkt. Þá þurftum við að setja það allt inn í staðarreglur. En nú er það komið bara inn í almennu golfreglunar sem var mjög vel gert. Það er regla 25 og það var farið svona lauslega yfir það á mánudaginn kemur. Klukkan 7:30. Ef það er ekki fleira og engar spurningar að þá bara þökkum við fyrir okkur og vonuslega að við sjá sem flest á mánudaginn kemur. Sigrún, hún með einhverja spurningu? Nei, ég var bara að veifa, takk fyrir mig. Já, ok. Verðið það góður? Já. Þá voru bara góð. Takk fyrir mig. Yes.